Í þessu stuttamyndbandi ætla ég að sýna hvernig hægt að taka mynd inn í PaintShop Pro nr. 9 og gera hana svarthvíta en lita svo hluta af henni aftur, eða gera hluta af henni aftur litaðan. Ég byrjaði því að fara hér í File og Open og finn myndina sem ég ætla að nota og vel mér hér þessa mynd og þegar hún er komin hér á vinnuborðið þá hægri smelli ég ofan á hana og vel copy og fer svo og vel paste as new image og er þá í rauninni komin hér með tvær myndir nákvæmlega eins. Þegar seinni myndin er valin, þá fer ég hér upp í Image og vel þar Grayscale. Og við það verður myndin öll í þessum gráu tónum, allir litur farin úr myndinni. Nú þessu næst þá fer ég hér aftur og vel copy á þessa gráu mynd eða gráhvítu mynd og ýti henni hér svo til hliðar á meðan og næ í upphafsmyndina sem að ég byrjaði með og núna fer ég og vel edit og paste as new layer og þegar það gerist þá er ég búin að setja hérna ósýnilegt lag ofan á bakgrunnsmyndina sem var þarna í upphafi og þetta ósýnilega lag er í svarthvítu en undirlagið undir er áfram litað sem að við svo sem sjáum ekki hér á þessari mynd. Nú ég er núna búin að nota myndina, seinni myndina og hef ekkert meira við hann að gera þannig það er best bara að loka henni svo hún sé ekkert að trufla okkur og flækjast fyrir og ég segi bara no hér. Og það sem ég geri næst er að fara hér og velja mér eraser verkfærið og það er hægt að stilla stærðin á því hérna uppi og ég byrja nú með þetta svolítið stórt. Ég ætla að lita sem sé leyfa barninu hér að vera í lit þó að annað í umhverfinu sé svarthvít og leið og ég fer hérna með þetta strókleður hér yfir að þá er ég í rauninni að þurrka út þetta gráhvíta lag sem ég setti ofan á fyrirmyndina bara á þessu svæði hér. Nú ég get leyft mér að hafa strókleiðið svolítið stórt til að byrja með. Þarna fór ég nú pínulítið út fyrir þannig að ég kannski byrja upp á nýtt. Þetta er auðvitað svolítið nákvæmnisvinna og við gætum þurft að stækka aðeins myndina upp á meðan við erum að þessu. Og stilla stærðina hér á strókleðrinu eftir því sem sé hvar við erum stödd í myndinni. Þegar við erum komin hérna út af brúnirnar til þess að við förum nú ekki að lita líka mölina hérna fyrir utan að þá minkum við pensilinn sem sé á jöðrunum en þegar við erum með stórt svæði hérna inn í miðju þá er okkur óhætt að fara svolítið glannalega að þessu og þannig sem sé göngum við á alla myndina og getum þurrkað út og á endanum eigum við að fá hér svarthvíta mynd þar sem að litla stelpan hér er í sínum upprunalega lit eins og hún var í byrjun. Nóg um það. Takk.